Elísabet, það hlýtur að grátlegt að horfa upp á þetta jöfnunarmarki á Þrótti í lokin. Já, heldur betur, það var alveg mjög svekkjandi að fá að segja á 90. mínútu pluss af því að við vorum búin að halda þessu í núlinu og ég fannst við vera nokkuð solid í því en þeir upp í staði þá var þetta kannski sanngjarnt, maður að segja það. Áttu þið nokkuð meira skilið? Það held ég ekki í dag. Hvað veldur? Já, við vorum ekki nógu betur í þessum leik, við vorum sem miður hálf tæpir eitthvað, við vorum ekki eins og við erum eigum að okkur að vera, það alveg á hreinu, en Þróttararnir voru, það má ekki taka af þeim, þeir voru líka ágætir sko, þannig að það erfitt eitthvað þá þegar þeir eru í góðum gír og mér fannst þeir verið í fínum gír Þróttararnir og þeir eru upp í staði og var þetta sanngjarnt. Myndirðu samt ekki segja að væri þá ágætur styrkur bara hjá liðinu að geta náð í stig þó að þið séu kannski ekki alveg að ná að spila eitthvað leik? Jú, það bara engin spurning og það mjög gott og við vorum nánast búin að taka hérna 3 stig með þessari spilamennsku en það tókst ekki og það er rétt, það ákveðin styrkur. Þú ferð út af í fyrra áleik, hvað var það? Það er bara eitthvað takk í kálvan, ég aðeins búin að vera tæpur hérna en fekk takk og ég gæti ekki talað áfram sko, maður er bara að vera á gamall lit sko. Aldurinn hann að segja til sín? Já, í dag í kálvanum, það er ljóst, það er eitthvað sem maður ræður ekki alveg við mér, en þetta er vonandi ekki neitt. Þú eruð búin að ná ágætis byrjun í mótinu en þá taplaðu eftir 4 leiki, myndirðu segja að þið væru svona á pari við ykkar markmið? Já, ég myndi segja það, við erum á pari, en auðvitað vill maður vera með fleiri stig, en maður er alveg tiltölulega ánægður með þetta, ég meina taplausur og 8 stig. Jú, við erum þokkalega sátt við þetta. Hvað getur sagt okkur meiðslalistin á Haukunum? Er eitthvað fara að gerast á meiddarmönnunum? Já, ég meina þeir eru allir að það styttist alltaf að þeir mæti aftur á svæðið og ég meina Sverrir Garðars, ég veit ekki alveg með hann, ég á von á því að hann komi fljótlega, Gummi Sævars byrjaður að skokka og það er einhverja 2-3 vikur í hann vonandi og svo Viktor Unnar, það er einhverjir dagar í hann fikk aftan í læri. Annars Rúnar náttúrulega sjúkraþjálfari með allt á hreinu og það er þetta að hafa samband við hann er mjög elskulegur. Hann veit þetta allt en ég held að það sé að styttist í þessa menn. Takk fyrir.